Góðan daginn, kæru gestir. Það mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á málþinginu okkar heims sem ber yfirskriftina Við erum ennþá foreldrar. Í upphafi langar mig að óska okkar heim til hamingju með 4 ára afmælið og nýja fræðslusíðu sem verður opnuð í lok þessa málþings. Þá vil ég þakka ykkur öllum sem hér eruð komin og eru að horfa á streymi fyrir að láta ykkur málefnið varða. Í starfi mínu sem ráðherra hef ég fengið innsýn í starf okkar heims. Ráðuneytið hefur ásamt heilbrigðisráðuneytinu árabil styrkt verkefnið og ljóst að það hefur gefið góða raun. Starf okkar heims þvert á málaflokka, ráðuneyta og stuðningur beggja ráðuneyta við það sýnir samstöðu ríkisstjórnarinnar og vilja hennar til góðra verka. Verkefni sem leiðir til raunverulega úrbóta fyrir fólki í landinu. Verkefni einnig liður í því að bæta hag farsælt barna til framtíðar og stuðla þar með að betra samfélagi fyrir okkur öll. Sem mennta- og barnamálaráðherra hefur það verið mér mikilvægt að styðja við verkefni sem stuðla farsælt og bættum hag barna. Sérstaklega barna í viðkvæmri stöðu sem eiga það stundum til að gleymast. Markmiðið með verkefninu að auka snemmtæka stuðning við börn og barnafjölskyldur og fellur því að áherslu farsældarlaganna. Viðfangsefnið málþingsins í dag og starf okkar heims mikilvægt í því samhengi. Liður í því að stuðla að farsælt barna að styðja og efla foreldra þeirra og fjölskyldur. Ég vil nota tækifæri hér í dag til að hrósa okkar heim fyrir þeirra starf og að standa vörð réttindi og hagsmuni barna og ungmenna sem eiga foreldra með geðrænan vanda. Á heimasíðu okkar heims má líka finna mikið fræðsluefni málefnið. Fræðsla lykillinn að því að vinna gegn fordómum gagnvart geðrænum vanda í samfélaginu. Þá vinnur sameiginlegur vettvangur okkar heims fyrir fjölskyldur í svipari stöðu gegn einangrun þeirra og dregur úr að börn upplifi skömm og vanlíðan. Allt miðar þetta að bættum hag barnanna. Ég sé á dagskránni að framundan áhugaverður dagur. Við fáum að heyra erindi frá ýmsum aðilum sem hafa mismunandi innsýn í viðfangsefnið. Ég þakka okkar heim kærlega fyrir að bjóða mér hingað í dag og megi þetta málþing vera fræðandi og uppbyggilegt. Á sama tíma vil ég segja það á sínum tíma eftir bankahrunið stofnaði ég BÓT, baráttusamtök gegn fátækt og félagslega einangrun. Þar vorum við á tímabilum 200 einstaklingar í þeim hóp og margir með geðrænan vandamál. Þá uppgötvaði ég það og sá hversu aftarlega þessi málaflokkur og vonandi tekst okkur í þessari ríkisstjórn með ykkar hjálp að sjá til þess að það verði ekki svo lengur. Takk fyrir.